Máni Valfanna Gíslason, fyrirliði Fylkis, fengum fámenna káringa í Árbæinn og ertu sáttur með 1 stig? Ég er náttúrulega aldrei sáttur að missa að tapa stigum á heimavelli, en úr því sem komið var þá held ég að það hafi nú verið sanngjarnt jafntefli. Þeir voru meira með boltann en voru kannski ekki að skapa sér afgerandi færi, en við aftur á móti fengum töluvert af færum og í seinni hálfleik áttu við að geta klárað þarna 1 eða 2 færi, en þeir aftur á móti fengu sín færi líka, svo kannski heilt á litið var það kannski sanngjarnt. Fyrri hálfleikurinn við hefðum nú alveg hægt að geta sett þarna 2-3 mörk, svo fá þeir 1 færi þarna og þeir bara setja hann. Þetta var klaufaskapur, fannst mér í vörninni og ekki nógu mikil einbeiting, því að það kemur í kjölfar aukaspyrnu, það hreinsa í burtu og svo er boltanum mokað inn aftur og þá var maðurinn bara allt í einu aleinn af fjárstöng og það á eiga góð lið ekki að gera. Það eiga bæði fyrstulega að hreinsa betur boxið og fylgja sínum mönnum betur eftir. Núna eru 6 leikir búnir, við erum með 11 stig. Ertu sáttur með 11 stig eftir 6 leiki? Fyrir mótið hef ég verið mjög sáttur með það, en svona ég hefði viljað fá aðeins fleiri stig, þar sem ég hefði viljað fá 3 stig á móti Fram í Laugardalnum og ekki tapa leiknum í Garðabæ. Það má segja að ég hefði viljað 4 stig í viðbót. Og með smá heppni þegar geta stólið þessu inn? Já, það er náttúrulega, við höfum kannski verið heppnir. Við höfum kannski verið heppnir í öðrum leikjum, svo þetta jafnast nú yfirleitt út, sko, þessi heppni og óheppni, heilt yfir litið. Nei, ég held við getum bara vel við hérna. Ánægður með stuðning áhorfenda? Já, en mér finnst það mætti alveg vera meiri, sko. Mér finnst að menni aðeins láta heyra betur í sér og sérstaklega þessi gengi svona, það megi aðeins heyra fleiri söngva, eins og væri fyrra. Ég er sammála því, þú ætlar að fara inn og hvað segirðu við strákarna eftir svona leik? Ég segi nú ekki mikið, Óli heldur eitthvað smá tölu og við... Hvað segir þú Óla? Ég segi nú bara að gera svo ég segi. Okay. Nei, ég er nú ekki sáttur, við hefum viljað 3 stig sko. En lendum undir og úr því sem komið var jafntefli svo sem allt í lagi sko. Logi gerir þarna, skiptingu kemur þarna með 2 inn á og við það lagaðist káleikurinn töluvert og þú settir hann. Næsti leikur, munið þið taka eitthvað hérna og laga það? Já, ég meina, við þurfum að skora fleiri mörk heldur en andstæðingurinn, það er það fyrsta. Og við erum að fá okkur 2 mörk, við höfum ekki fengið mörk á okkur hingað til, þannig að það er bara eitthvað sem við þurfum að fara yfir. Það eru 2 vikur og nýta þær vel. Ætlarðu að mæta landsleikinn? Ég veit það, ég reikna með því. Ég get rætt það með ef þú vilt sko. Já, klassi, ég tek því. Verðum við saman því. Okay. Með meiri skynsemi þá hefðum við nátt að vinna þennan leik. Við vissum það ef við færum að spila svona samskóla fótbolta og Fylkir gerir sem við ber fulla virðingu fyrir, en að þá þarf að spila, við getum ekki spila samskóla fótbolta þeir, þá erum við bara ekki, þá erum við í jöfnum leik og við gerum það að hluta til í dag því miður, en við vorum ofta að skapa okkur möguleika fram á við, en á síðasta þriðjungi vallarins vorum við með rangar ákvarðanir og lélega sendingar. Fylkislið, svona heilt yfir betra svona framan og svo gerur þarna 2 skiptingar og þá áttu þið völlinn alveg, ég meina, hvað gerist núna síðan í næsta leik? Takið þið eitthvað á lagið það? Já, það er náttúrulega markmiðið eftir hvernig einasta leik ef að reyna að bæta það sem aflega hefur farið, en við reynum líka að fara með það sem gott er út úr leikjunum. Við náðum að jafna leikinn og það er ágætt og áttum kannski færi til þess að sigri í leiknum með smá heppni, þeir áttu reynda sín færi líka en Fylkisliðið sterkt? Já, þeir eru það, skemmtilegt lið. Hvernig spáir landsleiknum? 1-1 sko. Já, Takk. Já, með að hvernig þróast í stöðinu 2-1 hefði náttúrulega verið sættir að vinna þetta, en 2-2 að missa þetta niður var svolítið svekkjandi með gang leiksins kannski, en jafntefli á móti Kári svo sem góð úrslit svona fyrirfram, en við eigum að vinna hérna á heimavelli. Það er þá jákvæmt við erum allir á taplaus á heimavelli núna. Já, karakterinn náttúrulega að koma að lenda undir og komast yfir. Við gerum það líka á móti Breiðablik og gerum aftur hér. Já, við erum sterkir að koma tilbaka, en það var samt svolítið svekkjandi að klára ekki leikinn. Fáum ódýr mörk á okkur, en svona eru bara mörkin 90% mörkum meira eftir mistök. Þetta var reynda vel gert í Óskarinn í lokin. En eins og við segjum með gangleiksins þá kannski svolítið svekkjandi að tapa 2 stigum hérna heima. Ætlarðu að mæta landsleikinn? Já, við mætum landsleikinn og styður íslensku þjóðina. Ertu klár ef að kallið kemur eða? Það er svo langt í það að ég er ekki eins að spá í því sko. Sjá.
Óli, ísbaðið tómt. Ekkert ísbað í dag? Nei, ekkert ísbað í dag. Nú 2 vikur í leik, svoleiðis þeir bara hafa val það. Reyndar vildi allt endilega fá að komast í baðið en hérna, við sjáum bara hvort það látið renna í það. Nú gerum við hérna jafntefli við KR á heimavelli, 6 leikir búnir. Ertu sáttur með leik okkar mann í dag? Já, ég mjög sáttur við leik okkar mann í dag en ég hefði viljað fá betri úrslit fyrir því. Við í rauninni sleppum svolítið auðvitað til. Þeir eiga 3 færi og 2 mörk. Meðan við eigum fullt af færum og skorum bara 2 mörk. Hvernig nýtum við færin? Hvað þarftu að segja strákunum? Hvað ekki? Bara að vera yfirvegari og ákveðnari í að taka ákvarðanir inn í teig. Það er klárlega vandamál. Menn eru að hlaupa með boltan bara inn í fangi á markmannum, ekki bara í þessu leik, heldur mörgum á þessu leikjum með okkur. Við erum að ná að skapa okkur en við erum ekki alveg að setja kannski nóg mörg mörk. Nei, ég er sammála og það er bara reynslan sem að kenni mönnum það hvernig er að klára svona færi. Og svo núna KR-liðið gerði þarna 2 breytingar í leiknum og við það lagaðist leikur þeirra og þeir lágu svolítið á okkur. Já, í svolítið tíma en við tókum þá svo aftur þarna í restina og vorum við rauninni bara eins og ég segi, klaufar að hafa ekki gert út leikinn þar. Leðið að Legendi kom inn á nafniðinn Óli þá kannski komst það í jafnvægi í þetta? Já, Óli hefur náttúrulega mikla reynslu og hann hjálpar okkur við það að ná jafnvægi inn á miðsvæðinu og hann gerði það ágætlega í kvöld líka. Og mæta landsleikinn? Já, alltaf það ekki, og maður ekki að kíkja þá. Ertu með skóna klára ef kallið kemur? Ég er alltaf í þeim. Þú ert ennþá í þeim? Herðu, takk hérlega.